Sævaldur, þá var það enn eitt landsliðssumarið. Þú ert með undir 18 ára stúlkur núna. Já. Hvernig hefur undirbúningurinn gengið hingað til? Heyrðu, það bara gengið ágætlega. Smá meiðsli og svona eins og gengur í þessu, en bara stelpurnar eru ótrúlega duglegar og vinnusamar, þannig að já, bara þetta er held í ágætis leið, sko, held að. Og eins og alltaf byrja með svona frekar stóran hóp og svo er þetta skorið niður í, þeir eru með hvað, 15 æfingu hér í dag, eða ekki? Jú, við byrjum með 30, við vorum í 26 í desember, svo kvættum við þannig í 20 í febrúar og erum með 16 manna lokahóp sem að öll liðin eru með. Og já, eins og staðinni núna erum við erum með 16 manna hóp, en Agnes María er búin að vera meidd, þannig að við erum að gefa henni tíma til þess að jafna sig og þannig að við erum með 15 stelpur sem að æfa, en Agnes kemur vonandi nær hún að byrja að æfa núna eftir í júlí. Norðurlandamótið á næsta leyti. Nú er þetta náttúrulega alltaf þannig að þetta eru árgangar, þannig að það er alltaf missa alltaf einhverja leikmenn út og koma einhverjir í staðinn. Gerir vel á síðasta móti, einhvern veginn, sterkir árgangar að spila saman þar. Já. Hvernig er að fá 16 stelpurnar inn til að fylla þau? Bara, náttúrulega ég sjálf sér enginn að fylla neitt skarð, en þú veist, þetta er bara svo gengur í þessu. Það er 0-3 stelpurnar eru gengnar upp úr 18 og stóðu sér vel. Við vorum með 50% skiptingu í fyrra, það er að segja 5 á eldri ára, 6 á eldri og 6 á yngra, en já, við erum með svona svipuð skipting núna. Það eru 5 á eldri ári og 7 á yngra ári í Norðurlandamótshópnum. Þannig að gengur við bara, þú veist, það er bara einhvern veginn þannig líka að mér finnst sko leikmennirnir, þú veist, þetta er bara ákveðið svona uppbygging og það er bara, þú veist, það er taka þessu bara frekar svona með stóískri rói, en maður reynir að ýta þeim dálítið vel og það er bara það sem skiptir mestu máli, að þær verði betri á því að láta ýta sér og svo bara kemur í ljós hvernig þetta gengur út í Norðurlandamótinu, sko. Margir leikmenn sem heldur að fara allavega upp í A-landslið úr þessum hóp? Góð spurning, þetta er stór spurning. Það er sko markmið yngri landsliða, eins og hefur alveg komið margoft fram, er að reyna að búa til A-landsliðsleikmenn. Og í þessum hópi er til dæmis Emma Soltís sem að spila A-landsleik á síðasta ári og í 18 ára liðin í fyrra voru við með til dæmis eins og Tinnu og Vilborg og Helena og Elisabeth sem að voru allavega í príkampinu núna sem var núna fyrir í sumar. Þannig að já, ég geri voninu það og vonandi er allavega að merkja það að við séum að reyna að velja þetta þannig að við sjáum fyrir okkur að leikmenni séu að komast á þetta stig, að komast í A-landsliðið og þú veist, það er í þeirra höndum, hvort að það séu duglegar vinnusamar og tilbúnar að fórna þessi þar til þess að komast á það stig, en við þjálfarateymi teljum okkur vera með þá leikmenn sem við teljum að komist þangað, en þú veist, síðan er það auðvitað leikmenn sem eru fyrir utan hóp sem að líka eiga að sjá það fyrir sér að geta komist í A-landsliðið og því þá vera markmið allra leikmann að komast í A-landsliðið og vonandi, en og koma síðan kannski í atvinnumennsku eða hvernig svo sem það þróast, en já, ég er full að trúa því, annars væri við ekki að standa í þessu þjarki á hverjum einasta degi 3 tíma á dag eða 4 tíma, þannig að sjálfsögðu, vonandi nægja að hjálpa þessum og við að hjálpa þessum leikmennum að vera betri og Benni og Dóri sjáu eitthvað í þeim það sem að geti nýtt í A-landsliðinu, engin spurning. Nú er þetta Norðurlandamótið sem er núna í næstu viku sem við ætlum að vera að fjalla en svo er Evrópumótið. Norðurlandamótið svona til þess að ná nýja brumina af því, þeir eru að spila okkur saman á þessu móti, en hvaða möguleika sér fyrir þetta lið þar? Hvaða þjóðir eru sterkastir í þessum árgangum? Á Norðurlandamótið þá? Sko, Finnland hefur náttúrulega alltaf verið, ég er búinn að fara á þetta mót, ég er að fara í 7. og 8. skiptið í röðu þarna, sko, Finnlandi var alltaf unnið þetta. Við gáðum þeim leiki fyrra, sko. Þú veist, í ár þá erum við, sko, Finnland er í A-deild, Svíþjóð er í A-deild, þannig að, þú veist, það eru já, þú veist, svona fyrirfram myndi maður halda og við viljum bera okkur saman við Finnana og þá er engin vanvirðing við neina aðra andstæðinga, en við viljum reyna að ná það level og við erum svona að reyna að spila fast, þú veist, fyrir framann með aggressíft og allt þetta sem við erum reynd að leggja mikla áherslu á. Þannig að, þú veist, það er lærdómur fyrst og fremst bara að fara í þessi mót og fara erlendis og ef við tala bara eins og fyrir U16 stelpunar sem voru 0-5, sem voru U16 í síðasta Kisakali og móti, það er lent á vegg. Þegar það er lenda bara í fyrsta leika móti Eistum og það er bara boltapressa hérna frá fullu velli
og vonandi hafa lært eitthvað og vonandi náður að styrkja sig og styrkjast í sumar og tímabilið, þannig að þú veist, þetta bara áhugaverð nálgun, sko. Ég held að þetta verði bara skemmtilegt, það nú aðalatriðið, þetta sé að reyna að hafa svolítið gaman að þessu og þú veist, en að því sögðu þá er alltaf mjög mikilvægt að við séum að reyna að leika okkur fram og reyna að vera betri, sko. Þannig að keppinautarnir, þú veist, Finnland væri klassíska svari að segja að þær eru vantilega sterkastar og ég meina Svíþjóð í A-deild, þannig að ég myndi giska og svo hefur þetta verið, maður veit ekki alveg hvað maður fær frá Íslandi, Danmörk hafa verið svona svipu og við, kannski með góða árganga og svo ekki eins góða og hérna, en sko ég vil alltaf vona það til dæmis að við séum svona ná kannski aðeins meiri jöfnun á okkar árgangum, þú veist, það hefur verið svona undanfarin ár kannski aðeins jafnara stelpumegin heldur en svo kannski á þetta að býta í rassina minn núna og við verum bara, þú veist, í tómu vandræðum, það kemur í ljós, það er erfitt að segja. Spenntur fyrir Finnlandi? Já, geggja, Finnland æðislegt og ekkert eitthvað svona COVID ár núna, þannig að allir við fáum ekki að fara í gufu eldur og hafa gott, skilu, en sko, eins og ég hef margótt sagt, Finnland bara frábær staður og þetta alveg í svona ídeal körfubolta umhverfi, það ekkert áreiti þarna okkur öðru og maður getur haldið áfram að þjálfa eins og maður þarf, maður fær þarna æfingar, maður fær tíma til þess að vinna með liðinu, þetta allt upp á 10 hjá Finnanum og hérna, þú veist, öll vídeóumgjörð og allt sem maður getur njóta til þess að vera betri, vegna þess að mótið líka nýtt til þess að koma okkur í undirbúning fyrir Evrópukeppni sem í Búlgaríu núna breyttist út af því að áttum að fara til Austurríkis, en förum til Búlgaríu núna 29. júlí held ég, þannig að það styttist mótið, það flýttist mótið, þannig að þetta verður bara kærkomið að fá að spila og bara æðislegt, sko, bara gaman, spenntur. Frábært, takk. Ekki máli.